Bensínstöðin á Laugabakka í Húnaþingi vestra engin venjuleg bensínstöð. Hér finnum við handverkshúsið og gistiheimilið Langafitt ásamt tjaldsvæði. Ilmurinn af nýbökuðum vöfflum dregur okkur inn þar sem að fallegt handverk unnið af fólki úr sveitinni og í kring tekur á mót okkur í bland við gamla munni sem eigandinn, hún Regína, hefur sankað að sér í gegnum tíðina. Hér gildir svo regla að það sem með verðmiða til sölu en annað til að gleðja augað og það til nóg af öllu. Hér sannarlega ekkert eins og það annar staðar. Þetta 10. árið sem við erum hérna. Þetta byrjaði nú voða smátt og það voru bara svona 3-4 peysur hérna inni og eitthvað smáttur í. En þetta svona aðeins undið upp á sig eins og þið kannski sjáið. Það ekki mikið pláss fyrir meira. Hvað eru margir sem að koma að því að búa til þetta handverk sem við sjáum hér? Það gæti verið svona 60-70 manns víðsvegar á landinu. Og ég mjög heppin með framleiðendur. Þetta eru fallegar vörur sem ég með. Og velur þá inn eftir einhverju sérstöku eða hvernig koma þeir til? Nei, ég tek þetta nú bara inn og til að viðskiptavinurinn sé gæðastjórinn, sko. Hann kaupir bara það sem hann finnst fallegt. Þú ert með meiri þjónustjórna líka, þú ert með veitingar og gistingu. Ég með kaffihús, svona vísira kaffihús. Ég með kaffi og vöfflur, bestu vöfflurnar að sjálfsögðu. Og svo ég með gistiheimili og tjaldstæði. Og var þetta allt saman svona í byrjun eða hefur þetta breyst eitthvað gegnum árin? Já, þetta var eiginlega allt svona í byrjun nema kannski svona, já eins og ég segi þetta hefur svona undið upp á sig, smám saman. Bæði, ég ekki með neinar veitingar meir, ég vil ekki hamborgara eða einhverjar svoleiðis líkt hérna inn, þannig að vöfflulíktin fín. En hérna af þessu handverki og öllum þessu munum sem hérna, allt til sölu? Nei. Bara það sem þú finnur vermið á. Annað ekki til sölu og ekkert af þessu skemmtilega hérna upp allt. Þannig að hérna eru hlutir sem að, þeir eiga sína sögu. Sumir, en ég þekki nú ekki söguna frá öllum hlutum hér, sko. En fólk hefur svolítið verið bara að koma með og sagt þetta bara skemmtilegt að leyfa þess að vera hér frekar en í einhverju kjallara þar sem enginn sér það, eða bílskúr. Þannig að það fylgta svona gömlu hluti sem fólk hefur komið með. En eins og vaktin hérna í sumar, hefur staðið hana ein? Að mestu leyti, já. Miðað við ástandið þá þorði ég ekki að ráða mér starfskraft. En ég á góðar vinkonur sem hafa hlaupið tilbaka með mér og aðeins hleypt mér út úr prísundinni. Þó þetta sé alls ekki prísund. En þetta hlýtur að vera mikil vinna. Þú ert með opið alla daga vikunnar. Frá 10 til 6 alla daga. Jú, þetta svona einhver vinna. Já. En minni í sumar en ofta áður, sko. En mikil vinna, jú. Skemmtileg vinna. Já, og þú hefur þá alltaf eitthvað nýtt til þess að horfa á. Hérna endalaust í ný horn að líta. Já, og alltaf nýtt fólk sem kemur inn. Og sama fólki aftur og aftur líka. Það skemmtilegt. Segðu mér þess frá nafninu, Langafitt. Hvaðan kemur það? Langafitt kemur, það flöt hérna fyrir neðan bakkan sem að heitir Langafitt og þar voru Grettir og félagar að heyja hestaat eða hestaöt og einhverjar bardagalistir. Það höfðu gaman af. Tjaldsvæði þar eða? Nei, það bara hérna bak við húsið. Já, en þú ert með tjaldsvæði hérna líka? Jú. Ég með það. Og hvað þetta margir sem að geta verið á tjaldsvæðinu? Á tjaldsvæðinu? Það hafa nú verið svolítið margir hérna, sko. Við erum hérna með, sem var reyndar ekki í sumar, pönkhátíð Verslunarmannahelgina. Og þá svolítið þéttsetið tjaldstæðið. En ég myndi segja svona 50 manns, allt í fínu, sko. En handverki hérna inni, ert þú að vinna eitthvað handverk sjálf eða hvaðan kemur þinn áhugi á handverki? Nei, ég að vinna mjög lítið af þessu sjálf. Þetta var bara eitthvað tækifæri sem ég sá að væri skemmtilegt að framkvæma og við byrjuðum á þessu nokkra saman. Svo við erum svona endað uppi meira og minna ein. En það svona í bakverðinum. Þannig að, já, verður bara undið upp á sig. En svo þegar þetta kemur allt svona saman, þá verður þetta svo fjölbreytt heldur en að hver og einn sé að selja sína vöru í sínu horni. Já,
maður fær náttúrulega gífilega fjölbreytni með því að fá vörur frá mörgum. Þannig að, og þeir sem eru að framleiða hérna, þeir eru ansi hugmyndaríkir og leyfa hugmyndunum bara að koma fram. Þannig að það er skemmtilegt. Og þetta allt eitthvað sem kemur til þín, þannig að þú þarft ekki að leita mikið eftir þessu? Nei, ég leita ekki eftir neinu, það bara kemur. En eins og hérna, þú veist, maður sér að það er ekki mikið hellupláss eftir, ég þarft ekki að stækka við þig eða hvernig? Þessi það að þegar maður er komin á þennan aldur, þá á maður ekki að hugsa svona. Og það er orðið alveg nóg, sko. Þegar maður er komin, já, þá á maður frekar að fara að draga saman, eða ekki? Já, þetta er bara flott eins og það er. Já, já, þetta er fínt eins og það er. Já. Og ég er ekkert í neinum skuldum neinstaðar, þannig að ég er ekki eins illa stödd eins og mjög margir aðrir í ferðaþjónustunni í dag. Nei, þannig að, já, það hjálpar þér að komast í gegnum erfiða tíma. Það hjálpar mér mikið.